og baka 1. Já, komið þið sæl. Það hefur verið lítið spennandi veður hér allan sunnanvert landi í dag og hefur það með að gera þessa lægð sem var hér á hádegi suðvestur af landi var þá 982 millibur og nokkur kraftmikil og mikil úrkoma í tengslu við þessa lægð í þessum skilum sem voru þá komin inn á sunnanvert landið og skilin þau eru nú í þessum tölu orðum að ganga norður yfir landið og getur víða ringt töluvert úr þeim þegar þau eru síðan farin hjá að þá svona dregur nú úr vindi og víða úr úrkomu þá áfram mun nú verða vart við úrkomu víða sunnan og vestanlands á morgun og eiginlega sem á næstu daga. Sæmilega milt í þessu lægðin er að bera með sér lítið loft hér norður Atlantshafið og ekki að sjá að það kólni svo mikið hjá okkur þegar þessi skilur farin yfir. En nú klukkan 9 í kvöld að þá eru núna skilin við það að ganga yfir hér suður hluta landsins. Það er að segja þá fer áttin að snúast meira til suðurs og dregur úr vindi og úrkomu. En það er hvasst og hviðátt undan skilunum. Við höfum séð vindatölur, það er að segja meðalvind er að fara sumstaðar í þetta 15-20 metra á sekúndu og hviðunar hafa jafnvel verið vel umfram það og viðbúið að undan skilunum og annar staðar í öðru landshlutum þá geti einnig orðið hvasst en þetta gengur nú svona tiltölulega hratt yfir og í fyrramáli þegar við erum að fara til vinnu eða í skóla þá skilunum rauninu komið á norður af landi orðið svona skaplegri vindi getur við sagt og vissilega sé nú vindur yfir 10 metra á sekúndu það getur nú ekki fara að kalla það hægan vind en við búum eins og til og með norðanverðu landinu, það er skýjað þar og mun rigna eitthvað þegar skilin fari yfir en í fyrramálið þá orðið létt skýjað víða norðan og norðaustanvert landið en skýjað í öðrum landshlutum og getur ringt töluvert áfram hér á suður og suðausturlandi. Og eftir hátíð þá sjáum við að staðan er nú svona nokkuð svipuð leifan eða það sé að lægða miðjan sjálf hér rétt vestur af landi og lægðadrag sem tegir sér yfir á norðanvert landið áfram úrkoma sunnan og vestan til á landinu en létt skýjað á norðaustur horninu og vindur svona, það nú dregið töluvert mikið úr honum allan hér vestanlands. En í framhaldinu þá á næstu dagar þar og eftir að þá sjáum við að raun og veru þessi lægð ennþá svona að lóna hér við landið, lægðamiðja hér rétt vestur af, önnur lítil norður af, hæglætis veður því víða vestan og norðanvert landið en hvað varðar úrkomumynstrið þá er svona viðbúið að verði svona skúrakennd úrkoma hér landið vestanvert en mun rigna samfellt víða hér á suðausturlandi, ágætis veður áfram sólríkt á norðausturhorninu og ekki þetta nú svo sem að breytast mikið þegar við komum fram á miðvikudaginn lægð og lægðadrag inn yfir landið sem þýðir að það verður að mestu leyti skýjað sunnan og vestanvert landið getur gert sólakafla norðaustanlands og einhverja úrkomu verður að gæti og það verður svona skúrakennd úrkoma að mestu leyti og þegar við komum síðan fram á fimmtudag þá sjáum við að þetta er nú óskup svipað. Sem séu litlar veðurbreytingar þegar þessi svona hvellur yfirstaðan hjá okkur í kvöld og í nótt og þá verður vikan svona tiltölulega á svipuðum nótum. En þegar við förum síðan yfir til Evrópu og þá sjáum við að það er víða ágætis veður, hlýtt og sólríkt í stóru hluta álfunnar og þá til dæmis við á morgun Bretlandseyjar, Skandinavíu og sem og víða í rauninni í mið- og jafnvel Austur-Evrópu. Það eru svona svæði eins og Balkanskaginn og Alpalöndin og Ítalía, þar getur gert skúrir, nokkuð myndarlega dembur og einnig og það við norðurhluta Spánar og Portúgal. Verið hlýtt og rakt og mikil úrkoma í Suðurríki Bandaríkjanna og það hefur verið að teygja sig norður eftir á sléttunum miklu og við sjáum að morgundagurinn er engin undantekning hvað það varðar, víða hiti nærri 30 stigum þar yfir en þegar vestadrögur þá er í rauninni bara úrkomulaust og sólin nokkuð víða og hiti svona víða í kringu 25 stigin.
En sem sé, það lægir hjá okkur, dregur allan úr þessu mesta hvassviðri og úrkomu, en áttin verður suðlæg á morgun og það viðbúið að muni rigna hér sunnan og vestanlands. En lætur svo lokið að vera í dag. Verið sæl.